Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðárkróki hefur í áratugi boðið upp á verknám. Aðsókn í námið hefur verið sveiflukennt eins og víðast hvar, en nú er að verða breyting á og má meðal annars rekja það til nýrrar námsbrautar, nýsköpunar og tæknibrautar sem tók til starfa í haust. En þar er áhersla lögð á grunngreinar í frumkvöðla og markaðsfræðum, hönnunarsögu, mynd og sjónlist, verklegum smiðjum og tölvuvinnslu auk almennra kjarnagreina. Brautinni getur lokið með stúdentsprófi og er nám á henni góður undirbúningur fyrir frekara nám, meðal annars í listgreinum, verkfræði, félagsfræði, sálfræði, sögu, menntavísindum, íslensku eða iðngreinum. Eftir nokkura ára heldur dræma í iðnnám eins og bara á landsvísu, þá erum við að sjá einhverja breytingu í haust. Það er til dæmis hjá okkur, við erum að vera með málmiðingreinarnar alveg tvöfaldar fyrir þá sem er að koma úr grunnskóla. Tréiðngreinar eru, ég myndi segja tróðfullar, við kennum alla daga og síðan erum við með bæði húsasmíði og húsgagnasmíði helgar. Það er sem sagt kennt hér alla daga og helgar og rafmagnið er bara mjög gott hjá okkur. Þannig að það er góðir tímar. En hverju þakkar þetta? Hvers vegna heldur þetta sé að gerast? Ég held reyndar við séum svolítið að jafna okkur bara eftir hrun. Það er mín trú og síðan höfum við bara unnið svolítið vel í þessu og ég held að þetta er svona smátt að koma með virðinguna aftur fyrir þessum greinum. Ég upplifa það þannig og mínir nemendur tala þannig að þau skilja nú ekkert í því af hverju að fleiri velja þetta ekki. Þannig að ég held að það skiptir máli. Er það þessi umræða að listgreinar njóti sannmælis og það sé ekki bara einhvern bullavir í listnámi? Ég held að það fléttist líka inn í þetta. Við byrjuðum með nýsköpunar og tæknibraut í fyrra haust, fengum þó inn góðan hóp og það hefur gengið mjög vel og þar fáum við annars konar hóp sem er svolítið að sameina bæði listgreinar, bók og verknám. Og ég held reynilega að það smiti svolítið út frá sér. Þannig að það hjálpi til með virðinguna fyrir þessum greinum, ef við getum orðað það þannig. Hvað með atvinnulífi hér á Sauðárkróki? Er það að styðja við þessar iðngreinar að þínu mati? Alltaf verið mjög góður stuðningur frá atvinnulífinu og það gengur mjög auðveldlega fyrir þau að komast á samninga og já, þetta er bara nokkurn veginn beina brautin hjá þeim, þau sem fara hér í gegn hjá okkur. Hvað heitir þessi braut sem þið eruð á? Nýsköpunar og tæknibrautin. Hvers vegna valdirðu hana? Ég heyrði hana bara frá kennarunum sem ég var með í grunnskóla og mér leist bara ákveðlega vel á hana því hún er rosalega verkleg. Hvað fáið þið að gera? Hvað er það sem þið eru að gera hérna svona dagstaglega á brautinni? Eins og núna erum við í FabLab og við erum til dæmis núna í málsmið og við fáum bara að gera rosalega verklegt í málsmið. Við erum til dæmis að sjóða með svona pinna og eitthvað svoleiðis. Og í FabLab þá erum við bara að búa til límmiða og alls konar svoleiðis. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera? Á brautinni mér er skemmtilegast núna. En það er líka mjög skemmtilegt í FabLab, þar er líka í Google SketchUp, þar er að gera 3D og mér finnst það líka mjög skemmtilegt. Hvað er það nákvæmlega? Lýstu þið aðeins fyrir mér? Þá erum við bara í forriti og núna erum við bara að æfa okkur að hanna. Þá erum við til dæmis bara að gera hús og eitthvað svoleiðis og svo getum við bara, svo er 3D prentari hérna og þá getum við prentað þar út verkefninu okkar. Það eru fleiri brautir að velja við skólan. Innan iðnbrauta eru byggingagreinarnar, húsasmíði, húsgagnasmíði, málmiðngreinar og rafiðngreinar. Við hittum nokkra nýnema í smíðum sem voru mjög sáttur við námsvalið. Mér fannst það bara hljóma spennandi og hef áhuga á því að læra þetta í framtíðinni, eða vinna við þetta í framtíðinni. Hvað er spennandi við þetta? Bara vera að smíða og gera hluti, búa til hluti . Og er þetta eitthvað svipið ástæða sem þú hefur? Já, bara hef áhuga á þessu og finnst þetta skemmtilegt. En þú? Hverju valdir þú þetta? Afi minn var í smíðum og á mér þess partur af trésmíðunni Borg. Það er einn af stofnunum þeirra og líka langaði mig líka og mér líka bara mjög gaman í smíðum. Hvað er skemmtilegast við að smíða? Örugglega bara að sjá hvernig hlutina verða til og svona.
Og haldið þið að sé nóg fyrir smiði að gera þegar þið verðið búnir? Já, og ég alveg viss það. Það mikið að gera hjá smiðum núna. En það eru fleiri ástæður fyrir námsvali en bara áhugi. Sumir hafa alveg lagt niður fyrir sig möguleika og hindranir í framtíðinni. Ég hugsa þetta þannig að hafa vélstjóran sko sem fyrir bakveysi sko. Eins og til dæmis ef að búvörusamningarnir verða samþykktir og allt fer í vol og allt fer að rotna niður hérna í landbúnaðinum og þá hugsaði ég að hafa þetta sko sem bakhjalli. Það sama hugsun hjá þér? Nei, það bara að fara á sjó sem vélstjóri, já, eina. Í Fjölbrautaskólanum mikil áhersla lögð á skapandi hugsun og dæmi það til dæmis eldsmiðjunámið. Og eldsmiði, hún týndist aldrei hjá okkur. Hérna þegar menn fóru að geta soðið og gert eitthvað annað með vélum. Þá datt þessi tækni niður. En að koma upp aftur og þá mikið sko inn í listgeirann. Það að smíða listaverk og alls konar hönnun og ásamt nýtilhut. Finnur þið fyrir áhuga hjá unglingunum? Já, það er eiginlega sko eldra liðið samt að koma sterkar inn. En það hefur bara vantað þessa aðstöðu til að bjóða upp á þetta. Og þegar þú segir eldra liðið, við hverju áttu? Já, það er alveg bara frá grunnskólaaldri og upp úr. Og sérstaklega miðaldra húsmæður. Hvað það við eldsmiði sem heillar miðaldra húsmæður? Já, það er bara þetta að geta tekið svona efni eins og stál sem bara illvinnanlegt og sveikta og beikta eigin geðþótta. Það er það sem heillar. Það svolítið fínu sálfræði í þessu, heyri ég. Já, þetta gengur út á það, sko. Fab Lab einn vinsælasti staður í verknámshúsinu á Króknum en þar verða ófáar hugmyndir að veruleika í þrívíddarprentaranum. Ég að hjálpa og kenna áfanga sem heitir Fab Lab og þar erum við að kenna krökkum sko svona tæknilæsi. Þannig að eins og krakkar í dag, þegar þau útskrifast úr skóla, þá eru þau sko kunna að lesa og skrifa og allt þetta og geta þar að leiðandi skrifa eina ritgerð. En svo kannski, allir þessi daglegu búnaðir sem það er að nota. Síminn, bíllinn, húsið, það hefur kannski ekki hugmynd hvernig það virkar. Og þegar að krakkar vita svona hluti, þá eru þau miklu móttækilegri að búa til nýja hluti, hanna eitthvað nýtt og koma með einhverja nýjungar. Þannig að þið eru svolítið að ýta undir sköpunargáfu krakkana? Já, það er sko aðalparturinn í þessu. Hvað að gerast til dæmis nýjast í Fab Labi í dag? Fab Labi í dag, það náttúrulega sko Fab Labi í heiminum náttúrulega alltaf sífellt stækkandi. Nú eru konar sko Fab Lab smiðir í 70 lönd eða eitthvað álíka, 70-80 lönd sem bara þó nokkuð mikið og margar smiðir í hverju landi. En það flóknasta við að það rauninni sko samfélagi sem á bakvið þetta. Að því við erum sko stórt samfélag sem bara svona Fab Lab network út allan heim sem að hjálpast að og skiptast á, þekkingu og að kenna hvort öðru og það það sem sko svona mikilvægast kannski í þessu. En hvað það svo í raun og veru sem námið snýst um? Nemendur í framtíðinni að bara þeir velji sko ekkert endilega starfið sem að það fær best launað. Eða velja eitthvað starf sko, sem að þeim halda heiminum vantar. Heldur frekar að velja eitthvað sem það hefur brennandi áhuga á, eins og til dæmis að hanna, skapa eða smíða hluti. Því það gerir fólk hamingjusamt og hamingjusamt fólk, það það sem heiminum vantar.